Mjallhvít og dvergarnir 7. Einu sinni var lítil prinsessa sem hét Mjallhvít. Hún var með húð hvíta eins og mjöll, varir rauðar eins og blóð og hár svart eins og eik. Mamma hennar dó þegar hún var lítil og faðir hennar giftist vondri drottningu sem var mjög hégómleg. Drottningin átti töfraspegil sem hún spurði á hverjum degi. Spegill, spegill, herm þú mér, hver á landi fegurst er? Og spegillinn svaraði alltaf: Drottning mín, þú ert sú fegursta. En einn daginn sagði spegillinn: Drottning mín, þú ert fögur en Mjallhvít er fegurri. Drottningin varð gríðarlega reið og ákvað að losa sig við Mjallhvíti af því að hún vildi vera sú fegursta. Drottningin sendi veiðimann með Mjallhvíti út í skóg, en veiðimaðurinn gat ekki fengið sig til að meiða Mjallhvíti og sagði henni að flýja og koma aldrei aftur. Mjallhvít hljóp langt inn í skóginn þar sem hún fann lítið hús með litlum rúmum, stólum og diskum. Þetta var heimili 7 dverga sem unnu í námu og bjuggu allir saman. Þeir hétu meðal annars Glaður, Svefnpoki, Fælinn og Reiður. Dvergarnir fundu Mjallhvíti sofandi í rúminu sínu og tóku vel á móti henni. Hún hjálpaði þeim með eldamennsku og þrif og þeir varðveittu hana eins og bestu vinkonu. En vonda drottningin komst að því með hjálp spegilsins að Mjallhvít var enn á lífi. Drottningin dulbjó sig sem gamla konu og fór með eitra epli til hússins. Smakkaðu þetta safaríka epli, litla stúlka, sagði drottningin. Mjallhvít tók bita af eplinu og féll strax í djúpan svefn. Dvergarnir komu heim og sáu hvað hafði gerst. Þeir gátu ekki vakið Mjallhvíti svo þau settu hann í glerskáp í skóginum og grétu hana dag eftir dag. Einn dag kom prins ríðandi skóginn og sá Mjallhvíti. Hann var strax ástfanginn og kyssti hana mjúklega á kinnina. Þá opnaði Mjallhvít augun og voru töfrarnir rofnir. Allir glöddust og fögnuðu. Prinsinn og Mjallhvít giftu sig og héldu stóra veislu, buðu dvergunum öllum í brúðkaupið. Vonda drottningin sást aldrei framar og allir lifuðu hamingjusamir til æviloka. Endir.